Áframhöldum með föstudagsþáttinn á N4 og við erum komin hérna með feðgin í settið. Það eru þau Rebekka Valsdóttir og Valur Kvandal, velkomin. Takk. Við ætlum að fá okkur til að flytja lag hérna á eftir. Þið hafa ekkert mikið verið kannski að syngja saman eða hvað? Nei. Nei, í einu brúðkaupi eða? Já, einu brúðkaupi. Einu brúðkaupi á einu tónleikum. Já, einum tónleikum á Græna. Þá kom hún fram með okkur Kvandals bræðrum. Er þetta svona ættgengt, svona tónlistargen sem þú erðir frá pabbaðinn heldur? Er mammaðinn líka í tónlist? Nei, ég myndi ekki segja það. Mamma er mjög, hún er einhvern veginn alveg hinum en ég held ég hafa fengið allt frá pabba, tónlistina. Já, og þú hefur verið að læra söng og svona? Já, ég var í tónlistarskólanum, byrjaði í tónrættinu og var sinni alltaf í tónlistarskólanum hjá Þórildi Örvars. Já. En tókst þér svo pásu þegar þú byrjaði í MA eða hvað? Já, tókum smá pásu þá. Og hef svolítið verið með gospelröddunum. Já, þannig þú hefur verið að syngja. Já. Sem betur fer. Nota hljóðfærið, já, frábært. En hvað er að frétta af Kvandalsbræðrum? Það er bara allt gott að frétta, sko. Plata á leiðinni, já. Nú. Já. Nýtt efni? Nýtt efni og 10 laga plata í september. Já. Þannig að nýbúnir að taka hann upp. Ok, hérna fyrir norðan eða? Nei, í Hveragerði. Í Hveragerði? Já, skruppum bara út fyrir bæinn og leigðum okkur bústað og tókum upp plötu. Og græja maður bara stúdíó í bústaðnum? Nei, reyndar sko sváðum við í bústaðnum. Við vorum í stúdíó í Hveragerði. Við vorum svo rétt fyrir þetta Hveragerði og höfðum það huggulegt þegar við vorum ekki í stúdíónu. En þetta var bara mikil vinna og gaman, mjög gaman. Og verður það blásið til útgáfu tónleika í haust? Já, heldur betur. En hvað getið þið sagt okkur lagið sem þið ætlaði að flytja hér á eftir? Já, sko... Er þetta frumsamið? Nei. Við ákváðum, sko, eins og við sögðum á hann. Við höfum nú ekki verið að syngja mikið saman. Ég er nú aðalega trommari, sko. Þú ert aðalega trommari. Já, og það fannst einhverjum voða sniðugt að hóa okkur saman þegar við verðum feðgin. Já, fá okkur í þáttinn. Já, hún er bara flott söngkona. Ég er meira svona raula með Kvandals. Þannig að standardin er ekkert svona hár þar, sko. Nei, en hann hækkar með henni. Hann hækkar með henni nefnilega. Og býtu, frétti ekki að þú hefði farið til Boston í söngleikjaskóla einhvern líka? Jú, í 3 vikur. 3 vikur? Hvernig var það? Það var ógeðslega gaman. Er þetta eitthvað sem þú getur hugsað að leggja fyrir þig? Já, ég held samt að hugurinn sé farin aðeins eitthvað annað heldur en söngleikja námið, sko. Ég held að það sé meira eitthvað svona, jafnvel kvikmynda eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona eitthvað list kannski. Já, það var ótrúlega skemmtilegt og líka bara þroskandi að vera einn úti í Boston í 3 vikur. Hvenær var þetta? Ekki núna í COVID? Nei, þetta var fyrir 2 árum. Já, vá, bara pínu ponsa þá. Flott, en byrju lagi sem þið ætlaði að taka núna, hvaða lag er það? Var það ekki Líttu sér hvert sólarlag eða? Líttu sér hvert sólarlag. Fallega lag. Já. Eftir hérna hann... Braga Valdimar. Baggalút, já. Já, er það ekki? Já. Já, hvað maður fara eins og ég segi, the safe way, sko. Já. Örgulegðina. Og svo líka gekk okkur ekkert ofboðslega vel að finna lag sem hentar okkur báðum. Nei. Af því þið erum bæði að syngja. Já, við erum með alveg, sko, allt öðruvísi raddir eða svona sitt hvora. Já. En þetta steinláði það ekki og við ætlum að heyra það hérna eftir. Bara kærar þakkir fyrir að koma í föstudagsþáttinn og gangi þér vel á sönglistarbrautinni, hvað sem verður og til hamingju með nýja plötu sem að kemur í haust. Takk fyrir það. Og bara hlakka til að heyra Líttu sér hvert sólarlag. Takk fyrir. Takk sem við leiðir.